þungur hnífur. Þessi hnífur á að vera þungur. Brjálaði að gera þér þessa dagana. Tílemann sem var í United. Júri. Já. Endilega. Hvað varst að segja við hann þegar þú hringdir í hann í gær? Láta menn heyra það. Herru, ég bara var pirraður og horfa hvað þeir voru lélir. Ég var bara, hvernig geta þeir, og þeir eru að fá borgað fyrir þetta. Djúvöldu voru þeir lélegir maður. Já. Herru, við ætlum verðum að byrja á íslensku boltanum í dag. Já. Sko, við erum á morgun líka, þannig að við þurfum ekkert eitthvað World Cup preview á... Nei, leikina. Sko... Við erum að... átt okkur aðeins á því, sko, hvernig lið mótsins er akkurat núna. Í íslenska eða? Nei, áhum bara svona aðeins hvernig, þú veist, hvar erum við akkurat núna með það, sko? Þú veist, þú verður að vera með Haaland þarna, þú verður að vera með Mbappe, þú verður að vera með Dembele, þú verður að vera með, þú veist, þú erum einhvern veginn að reyna að fatta þetta. Já. En á hverju eru United að fara að taka 29 ára Júri Tílemans? Það er ekki alltaf menn að spila hún. Jú. Ég er ennþá svona að það er líka einhverja alvöru lappir í þetta. Það er ekki bara einhverja krakkar, sko. Nei. Stundum er nefnilega gott að hafa eitt með heila inn á, sko. Já. Þessu Tílemans er karakter. Sýndi það gett Senegal. Já, hann er bara flott og góður. Strákur. Erum við ekki live? Jú, við erum alltaf hreinu. Sko, hvað? Sko, nú hef ég aldrei getað gengið með derhúfu, en þú veist, þegar maður bara fer inn í búð og sér derhúfu með bara einhvern Nike-merki á, það maður bara, herru, fá eina svona. Þú veist. Þetta er hún. Þetta er hún, bara, ég verða að fá þessa. Nei, ég keypti það ekki. Ég keypti það ekki. Þeir eru einhverjum óskilamun. Óskilamunum. Það kemur þetta frá, ég veit það ekki. Nei, ég hef oft veldi fyrir mig, ég sé svona eitthvað, ég bara, alltaf hann bara hugsað með þessi, jú, herra, þetta er eitthvað derhúfa sem ég verða eiga. Þessi öskar á mig. Leita þér. Meðan að Viktor Unnar er með cool derhúfu, sko. Ég minna er ekki Nike, samt alltaf solid. Jú, ég veit að segja ógeðslega það. solid. Jú, mjög flott og alltaf, en þetta er bara eitthvað svo... Þetta er svona teikskjöf. Já, ég grimmi með hann í gólfinu. Ég þarf að finna með eitthvað cool derhúfu. Ég er með ríspinn. Ríspinn, já. Já. Ég veit ekki hvað það er. Það er gambling. Það er gambling. Það er margt sem Ég er að með heildarhúfu. AI þekkir ekki hluti sem bara svona 99% af Íslendingu þekkir, eins og til dæmis þetta. Ertu bara fútbolti? Já. Bara fótbolti. Og fjölskylda. Og fjölskyldina? Það er bara þessi FN2. Þeir eru mér kær. Fótbolta fjölskylda. Já. Svo hann erum við að tala hvað stendur á þinni? Lock, stock. Já, low.
Love Hotel. Já, það er Þessi fór the extra mile. Svo við byrjum aðeins á íslenska. Við erum íslenskir til að byrja með. Hver eru stóru HM-fréttina núna? Þú veist, verðum við ekki að taka smá veðmáladeitina líka? Sko, Infantino er spenntur fyrir 64 liðum. Já. Já, næsta. Já. Sjá. FIFA og FIFA Pro er að ræða sjá það var hérna hitinn í Miami var feels like 45 gráður Það er aðeins. Já. Það er samt skárra þegar sólin er ekki að berja þér. Mér sýndist hún ekki vera að berja mönnum hana. Nei. Þannig að eru þið búin að sjá hérna var hérna favorar liðum. Það séð þetta með Argentínu. 6,7 er bara með svo langmesta favor. Já, bara ekkert að genst. Nei, ekkert. Þannig að já, maður eftir sitja spurningar. Já. Sérstaklega eftir síðasta hóa, þá svona þá fór maður aðeins að Já. Ég hef alltaf verið að segja ykkur sko hvað stóru löndin stjórna þessu fyrst skipti í söguna sem öll liðin eru gamlir heimsmeistarar. Hvað er fámennasta landið þessu sem er eftir? Hvað búa margir í Argentínu? það er haugur sko. Já, en Þessum haugur í þeim öllum hann. það er 48 milljónir. Ég ætla að gíska á þessi Frakkland. Nei, heyrum Fleiri. Já, Það er Spánn. Spánn eða hvað þá? Spánn er 50 milljónir. Þannig að Argentína eru fámennastir. Já. Þú þarft svona að lágmarki 40 milljónir til þess að eiga séns að hafa. Það er svona, annars áttu bara ekki séns. Djúvillig kúkuðu okkur nafninni geri. Já, það er hárrétt allir fyrir. Vel gert að spotta þetta. Unnar Kristín spyr, er Vestri að fara að vinna í kvöld? Hverju er aftur lengi? Fylki heimavelli. Það er samt eitthvað jafnteflisfnigur. Já, stemning eftir Karabakh. Já, reyndar, langt ferðalag. Þetta er tveir. Þetta er ekki tveir. Þetta er tveir. Þetta eru fylkismenn heppnir að fá á milli svona leiki. Já. Alveg komið Spildu upp í hendurnar á okkur. ógeð á lukkunni Já, þetta er alltaf að gerast. Þetta er alltaf að gera. Það er alltaf eitthvað. Og aldrei fáum við neitt svona breyk í kúrnum sko. Það vist leikur ásins þarna Ægir HK. Já, og svo voru Njarðvíkingarnir og Grindvíkingarnir eitthvað að banka á. Það var mögulega. Þeir voru eitthvað að challengea það sko. Já, það eru Rebecca Gestsdóttir, hún segir bara hello. Rebecca, nú er, já. Mér líst vel á þetta. Þetta er þetta konaði? Já, nú held ég að einhverju krakka strákandur sem komnir í iPadin. Já. Já, loka sig út. Er þetta konaði? Já, þetta er hennar nafn. Já. Hello.
Hvernig var upplifun að vera með naflanum í Parísjólinu? Það var reyndar mögnu upplifun á morgun hátt. Þetta er alveg hægt að mæla með Parísjólinu. Eða það? Nýra bryggju? Þetta er alveg upplifun. Er þetta upplöfun? Já, það fyrir mig er þetta upplifun, sko. Já, já. Sjá hana yfir kólaportið. Sjá yfir kólaportið og alls konar dót, sko, sem að maður aldrei séð nefnilega kólaportið úr þessari hæð. Það var svo skrítið, sko. Áttaði á því þarna hvað það væri í raun og veru stórt. Það er nákvæmlega sem ég áttaði með á hana. Það er ætli að koma einhver tíman bara heil vika sem mun ekki bölva nýju heimasíðu KSÍ. Það mun ekki gerast. Vá. Þeir eru búin að skemma svo mikið fyrir mér með þessu. Það voru bara að segja þetta annars verð. Sjá. Ég þól ekki svona töflu eins og hún er okkur að núna. Það er eitt lið með 13, sögum með 15. Þetta er ítölsk tabla. Já, ég bara vil hafa alla með jafnmarga leiki og allt þetta. Já, Valur komið 15 leiki. Og KR. Já. Hvað tók hann mikið af Pepsi Maxi? Hann fekk eina dós. Hann fekk ekkert meira. Það er svo frekir þessi krakkar. Hann sá þetta alveg einhverja kassa fyrir ráma sem ég held að hann væri að fara að fá kassa af Pepsi Maxi. Já, ég skal við ekki það. Ég var vonkóður fyrir hans hönd, sko. Hvað er hann geðveikur? Það var nóg til að það í skotinu. Já, en krakkar í dag, þau alltaf bara, þetta, þegar ég fór á lagerinn hjá Ava eða eitthvað, þú veist, þá var maður ekkert, bjóst maður ekkert við að fá, þú veist, heilt kar af þorski, sko. Sjá það, svekkelsi. Heppin og fyrst eitt flag bara. Já, og bara heppin og maður fekk flag. Maður svona flaggaði sjálfur, sko. Eins og þetta er að vinna það sjálfur. Já, ég. Tílemanns bara mættur í United. Nei. Já. Það er sneið. Ég hef búin að vinna heimavönnu sinna. Þetta var rosa skrítið að sjá okkur þarna. Já, þetta er oft Já. erfiðara í beinni. Nei. Mér fannst þess að hötta magdæmið, fannst mér ótrúlegt. Já, ég veit það. Ég veit ekki alveg hvernig það poppaði ekki upp hjá mér, sko. Gummi Steinars líka öskraði á mann í sofanum, sko. Við sögðum Gummi Steinars. Já, bara í lokin. Já, sko, málið er að það sem er pirrandi að Gummi er alltaf flakka mellir lista. Já, hann var reyndar, sko, maður búin að svara Gummi Steinars á einu lista og þá var maður búin að exa hann einhvern veginn á báðum. Já. Sko, ég veit náttúrulega ekki hver er að gera þetta fyrir hann, en þú veist, þegar kannski þetta býða, kannski er ekki, höfum þetta í næsta þætti og þetta núna. Já, bara klára einn, af því að, þú veist, eins og á öðrum listan var allir Guðna, hinum ekki. Já. Og þá var hann að segja nei við einum og þá bara exaði mann alveg úr hausnum. Já. Það var svona að henda 2 sprengjum að inn þegar hann hefði getað átt, þú veist, átt inni. Já. Sjá. Hvaða leikmaður var hann þegar hann var að segja lítið ykkur nær? Já, þá var hann að meina held ég höttamakka, því að þeir eru báðir náttúrulega bara upp á rúf, þeir eru bara þessu kettir upp á rúf, þeir báðir. Já, en hann sagði, hann var meira að leggja áherslu að ég var að vinna mikið með hann. Kjartan er að vinna miklu meira með hötta heldur en ég. Já. Hann er að kóa mikið með alltaf saman. Já. Ornstein, er það ekki gæði sem maður tekur mark á í dag? Ornstein, jú. Ornstein. David Ornstein. Þetta er alveg kaup, sko. Já. Þetta er góðu leikmaður alltaf. Já. Þetta er alveg stórt, sko. Og vilja klára Manzambi. Þetta var hann ekki nokkuð langt komin hjá Newcastle. Þeir eru að snappa hann. Hvað er að gerast hjá Newcastle? Mikael Merino, retirement banning. En þá vísa ég Ronaldo hann að... Ég veit ekki. Hann er ekki tættur. Hvergin er það hættur? Það var að fá nýjan þjálfara. Já. Herru, þá komum við í gang. Já.
Góðan daginn, Epic America. Já, við verðum samt svolítið á Íslandi í dag. Dóttur fútból heilsar þeim Alberti Ingarsinni, knattspyrnu sérfræðingi og Viktor Einar Eidlaugsssyni fyrir maturumann í knattspyrnu og þjálfara. Velkonni báðu tveir. Já, þakka fyrir. Takk. Já, Dóttur fútból, ég stundum spurður hvað Boss Ilmurinn heitir réttu nafni. Veitu, þú átt eftir að fá hann. Já. Við þurfum að fara hann uppbyttur og sækja. Ég þarf að fara og sækja hann fyrir þig. Sko. Þannig að hann heitir Striking Levander. Ég hugsa að 5. barni kemur þá bara ef ég væri með hann. Já, fljótt. Já, það er Þú fljótt. ættir að sko bara passa þig þar. Sko. Já, ég hugsa, það er kannski ekki sniðt að ég fá hann. Hann er rosalegur sá Ilmur frá Bossrúnum og minnaðu þetta á leysir alltaf með Dóttur fútból. Meistari David Beckham, hann er bara alltaf getinn. Men láta þetta alltaf vera hérna hjá mér, Terry Henry. En Já. David Beckham, meistari David Beckham eins og krakkarnir eru farnir að kalla hann. Dóttur fútból með klukkunni sem að sér skartgripina, sem sér allt blingið fyrir okkur. Báðir ykkar ekki með eyrnalokki í ykkur í dag. Nei, Ekki ég dag. tók minn út í morgun. Já. Bara út á headphone-unum. Já, þetta headphone-unum var óþægilegt. Já. Með það stóran klakka, þetta ítir alltaf svona á, þannig að ég tók hann úr. Eru þið, Ég verð með bling. Ég var með bling, þegar ég var að spila með þeim, manstu? Já, ég man alveg eftir því. Strípaður og tvö bling. Eftir með klaka. Þú var stóra klakka. Albert, er þú ekki of ófríður til að vera með eyrnalokki? Og ófríður með eyrnalokka. Er það ekki til að bústa? Það var ekki hjálpina. Ég held maður þyrfti nú að vera dálítið sætur til að vera með eyrnalokk. Tjófis, nei, er þetta? Nei, er það ekki? Maður er aldrei... Ég ætla að vann með þetta. Já. Það kannski ekki rétt ákvörðun. Nei. Jú, ég fekk sýking í þetta var öllum maður. Já. Ég fór að fikta þessu sjálfur. Já, komum svona gröftur og... Já, ég reyndi að losa þetta sjálfur út og þetta var allt bull. Talandi gröftir, er búin að sjá hérna hvernig hann... Naflinn er leikinn allur núna. Nei. Hann er einhvern veginn, segist að vera bitinn af flugum. Ég er alveg samfæra þetta að sé eitthvað kynfæra, eitthvað drassa sem að... Já, Það er nú alltaf að predika með smokkin, sko. Ég er alltaf að predika. Það er lærri stuðu til að þetta sem kynferðist eitthvað, sko. Hann vil meina að þetta sé einhver mútkiller, sko, að setja Setja gúmíða smokkina. á, en ég bara satt hann, heyrðu það er bara að gera þetta. Já. Fórum yfir þetta í róleitunum. Ég skal lána hann börnin í 2 daga og sjá hvort hann fari ekki að nota hann bara aðeins. Mútkilja. Stemningi þetta niður. Stemningin þetta niður. Ég sagði við hann að það er hægt að vinna líka með þetta í fóruleiknum góða. Jú. Og þetta er skemmtilegt. Þetta er skemmtilegt. Já, það er nefnilega samfélagslega ábyrgð Dóttur fútból að minna á smokkin góða og endilega notið hann. Sérstaklega þetta að taka bósilum minn. American Style 2.5 bara gamlega góða 2500 kallinn, heil máltíð, Soccer Style máltíðin góða og hún slær alltaf í gegn. Gilsarinn heldur áfram að koma að þjóðinni í formið og þeirri sendi meilið. Kannski segja að þú er heyrt af þessu í Dóttur fútból því að af hverri skráningu fæ ég 200.000 krónur þegar þú skráir þig í pakkan hjá honum fyrir 3.990 kall þá fæ ég 300.000 kall. Hann er skrítinn, hann Gils. Hann er bara með eiginlega konu. Hann átt að sjá þetta er long term. Já, þetta er long term, já. Þetta er long term. 66 með Dóttur fútból, nýja IBVF, svona tribute búningurinn hjá þeim komin í Vestlanir. Heyrðu, 66, já, Dóttur fútból með 66 vandamál en útivistu vötu kannski ekki aðal vandamálið hans. Nú, hversu oft hafa Þjóðverjar komast í úrslitaleik HM? Ég ætla að segja 5 sinnum. Ég ætla bara, þetta er annarkvæmt 1 upp, 1 niður. Ég ætla að vera 6 skipti. Þetta er bara vitlaust hjá okkur báðum. Bara áframhald á kvöldinu ger. Já. Hvað haldið? Ja, þeir eru svo sem búin að segja Já. Þeir hafa spilað 8 sinnum í úrslitaleik HM og þannig að þetta eru þetta sigursalasta lið, þeir eru líka náttúrulega búin að lenda oft í... Hvað eiga marga? 3? 4? Sko, 3? Nei, 4. Sko, þeir eiga 4 heimsmeistaratitla. Já. Þeir eru heimsmeistara 54, fór í úrslitaleik 66, 74, úrslitaleik 82 og 86, úrslitaleik 90 heimsmeistarar
og úrslitaleik 2014. Þetta besta fótboltaþjóðin eða var það en fallið hátt þarna. Já, við slum fara að koma okkur inn í þetta allt saman. Boost kallmenn, það þarf að rífa sig í gang, konurnar að pakka saman köllunum á Boost. Það var ekki gaman að fá þá skýrslu í hendurnar. Þær eru miklu duglegri að panta á Boost og nú þarf að gjöra svo vel, sækja appið og panta. Svörum þessu. Svara þessu. Já. Svörum þessu inn á vellinum. Ekki vera að rífa kjaftnir í bæ og segjast vera að vesla. Svara þessu. Ætla að panta, bara panta. Svara þessu inn á vellinum, fá þetta að setja heim. Það nefnilega málið. Við förum í leikina í bestu deildinni. Ég ætla að leyfa þér að ráða. Hvar viltu byrja þetta? Herðu, ekki byrja þetta bara Kaplakrika? Jó. Valur. Það var kvöld Gilsarans. Talandi Gilsaran. Það er engin afsláttu gefinn þar. Nei, sko hvað var eiginlega XG samt á liðin í þessum leik því að ég ekki með það fyrir fram mig og því að ég ekki lengur með þetta allt saman. En það var nóg að færum. Það var nóg að færum. Bæði líka mér varst FH geta skora kannski 2, jafnvel 3 í fyrri hálfleik. Já. Svo komu valsararnir út í seinni og gáttu bara auðveldlega sett 2 mörk á þarna sko. Fyrstu 15 í seinni var bara total domination sko. Já, þá bara beið maður bara eftir marki sko. Já, bara valsarar var að herja á það. Við höfum séð núna í síðustu 2 leikjum hjá FH eitthvað sem við höfum ekki séð frá Kaplakrika í nokkur ár. Karakter? Nei, líka bara markmaður að vinna ykkur stig fyrir það. Já, þeir áttu alltaf að tapa þessu leika mútið Stjörnunni. Já. Og við þetta Gilsarinn í hetjan, en FH með að við gengið liðsins í sumar, ef að Valur hefði skorað hann á fyrstu 15 mínúndunum. Já, það er brotnað. Já, 100%. Jökull frábær. Já, mjög góður. Sko, þetta var sko líka bara velgert til Jónas kann gera góða skiptingar á réttum tíma. Já. Bara strax hann eftir 59 mínútur fyrir hann að henda mönnum minn. Hins var, maður skoða bekkin í Val. Hann gera enga skiptingu. Enga skiptingar. Nei. Meðalaldurinn 17 ára. Það brúkur krakkar og Brasil treysti þeim ekki neitt. Og meðan þeir mistu taktinn, þá leitaði Brasil ekkert í bekkin. Herði, já. Líka hvað hefði hann getað gert? Nei, nokkulega. Svona til að breyta þessu. Sko, hann var með strák í 4. flokk á bekknum sko. Ótrúleg færi sem að valsmennir fengu. Ég meina skólinn setur hann í slána og það er bara endast að Tryggvi þetta skorar sem að dæmd rángstað. Já, sennilega rétt en tæft. Já, mjög tæft en og það var alls konar. Lukas Logi heppinn. Það mögulega fór raukt þarna sko. Já, það var stöðun 1-0 var ekki? Jú, það var 1-0. Já, rétt eftir markið. Já, ég held nefnilega að dómarinn væri svona það æstur eftir markið að hann myndi rífa upp rauðakortið sko. Nú, svo það Stöðlegin, gefur hann tilbaka. Það var rosa. Það Gilsarinn mættur. En ekkert eðlilega gott finnismæður. Það er easy æðum þess að mann sem bara... Hvað er 18 ára? Einn á móti besta markmannum í deildinni, chippa. Það var ekki 18 ára gammalt slútt. Nei, þetta var svakalega. Hann sagði líka vitur eftir leikinn, sko. Hann sagði, ég hef alltaf verið að vinna með þetta. Heitur yngjurlókum. En af hverju hann ekki á þessari vegferð sem F-fangar... Hann er á henni. Já, hann er á henni, en af hverju hann bara ekki að byrja alla leikinn? En af hverju þetta ekki bara frábært að fá hann sem varamann inn á? Með þetta power? Ég held bara, hann er 18 ára, hann er upp og niður. Og þú veist, hann hefur átt geðveika leiki eins og mútið Breiðablik í gær og svo slöknar kannski aðeins á honum í nokkra leiki. Hann er svo hraður. Ógeðslega hraður. Hann sagðist vera líklega fljótasti maðurinn í deildinni. Já, ég held sér rétt hjá honum. Það takk ekki að viðtal. Ef rétti maðurinn hefði talað við hann í gær og talað minna sjálfur og leyft honum að vera á mæknum. Já, það hefði komið eitthvað bíó. Þú hefði bara átt að halda mæknum svona honum, láta eins og hann þyrfti alltaf að halda áfram. Því ég vildi heyra miklu meira. Ég vil líka með 18 ára gæja. Þeir eru svo hráir í þessu. Það kemur bara eitthvað og bara beint frá hjartanu. Það er fólk hérna á krigarna sem segja á sitt fljótasti leikmaðurinn í deildinni og aðri tala á sitt mögulega líka besti leikmaðurinn í deildinni. Það færa rök fyrir því. Gilsi Gísla mætir þetta inn og klárar þetta allt saman. Úlfur Ágúst var líka flottur í þessu, þeir voru bara fínir, bara góðir. Já. Mér fannst það og mér var svona ef ég hef verið F-fóingur á það ég ætla ekki að segja ég hafi áhyggjur af F-fó, ég sef alveg
En ef ég væri F-fæðingur þá væri ég svona, ok, það alveg einhver karakter og það úst, við getum alveg farið á hver annan. Já, þetta núna hvað, 5 leikir? Já, ekki búin að tapa. Já, ekki búin að tapa. Nei, þeir eru að safna stigum. Hvað þeir langt frá þessu ákvæða núna? Ef við skoðum bara aðeins töfluna, þá þeir náttúrulega ennþá í fallseti. Það eru 2. En þetta þeir eru alltaf að nálgast þarna pakka. Það er að rísa pakki með 15 stig. Og þeir eru fannir að finna lyktina af þessum liðum, fyrir ofan sig. Já, held að Valsarar sem fannir að hræðast aðeins sogast í fallbaráttu. Já. Þeir eru sko, það er náttúrulega Evrópa núna. Já. Svo er það fram eftir Evrópu. Eða fram næst, svo Evrópa eða ekki. Svo Stjarnan og Breiðablik, sko. Já, meinar. Alveg séð að detta það niður. Já. Prógram. Það er alveg prógram á hann, sko. Gæðalega séð, sérstaklega fyrsta klukkutíman einu svo leik. Ég átti mig að veðri var ekkert sérstaklega svona. Já. Þú veist, ég skal alveg setjast niður með þeim bræðurum og segja hann bara, herru, nú bara tökum við þetta upp, setjum gerfgras á þetta. Já. Þetta var hræðilegt bara. Þetta var bara verið að dundra fram og... Hjörvar, þú talar gerfgras. All right. Hafði ekki tegið, Jón Rúnar segir oft all right. Hafið þið talað við það nýlega? Það segir mér oft all right. Hann er bara að vinna með það. Það ég með minna, það einhver svona geðveiku frasi sem hann á. Tala alltaf geðveikt hægt, en þeir hljóta, þú veist, þeir horfa aðra leiki dildinni, þú veist, þetta var ekki alveg nógu gott þarna, sérstaklega fyrsta klukkutíma. Nei, þetta var vont. Það var mjög vont. En sko, ef þú talar horfa aðra leiki dildinni, allavega síðan ég byrja sko, fjallum dildina, þá finnst mér hún aldrei hafa verið slagari, sko. Deildin? Já, mér finnst, horfum bara, mér finnst það er, ok, það er Víkingur, getur satt að Víkingur sé að bæta sig, bæta sig frá því fyrra, sterkar hóp og bara líta enn betur út. KR og Fram. Er ekki öll liðin slagari að fara niður? Já, kannski ekki Breiðablik. Það. Þeir eru bara svipaðir. Þeir eru ekki betri, þeir eru ekki lélegri. Þeir voru náttúrulega umulegri fyrra. En Valur klárlega, Stjarnan klárlega, IA er samt bara svipumstofi fyrra. Já, ég veit það. IA er svona kannski á pari. En þeir náttúrulega fengu ágætis leikmenn, þeir kannski myndu kannski flokka það sem downswing þar. Herðu, eigum við ekki að tala í hálfleik þegar þeir skiptum búninga og voru bara í einhverju Já, það var, mér fannst það sveitalegt. Þetta er FH. Allt innu var hann Úlfur komin nummer 11, Birki var komin í Fjarkan. Líka leggja það á Kitta Kænisti. Já. Alveg smá brekka. Nei, en bara má þetta? Já, má þetta ekki? Jú, ég held þetta með. Já, þetta var bara eitthvað... Þetta var bara ljótt og bara, þú veist, þetta var bara svona annardeildalegt. Þetta var ekki FH sæmandi. Nei, þetta var eitthvað neina ekki alveg nú skemmt. En svo hvernig hann klárar líka... Annar marki var nefnilega mjög vel klárað. Bara hægri fótur, hægri hótt bara og það var svona Týri Henry. Já, nákvæmlega. Stöðulega leit illa út í því marki líka. Já, en hann bara, þú veist, sáðu þegar hann hægði svona aðeins á hann, sprengdi, þá bara náði hann meter á hann. Er ekki þetta að stöla á hann? Það var ekkert að stöla á hann í þessu leik. En sko með Skram, ég veit að ég er ekki að segja hann að verja þetta setnamarkið. En höfum ekki séð mikið minna af því að hann sé að taka eitthvað svona stóra vöslur í leikjum í sumar. Mér fannst hann eiga alveg 3 í þessum leik. 3 stórar? Já, skallin í hotninu þarna, mjög nálagt vera hann þarna. Já, mér fannst hann nefnilega bara góður í leiknum. Mér fannst hann ekki allavega heilt yfir á tímabilinu, það var að tala um. Já. Svona því að hann hefur alveg átt leiki Já, bara vinnuleiki. Bara geðveikur. Já, feikilega mikilvægur sigur hjá F-fæðingum sem að eru að reyna að bjarga sér frá falli. Komnir á beinibrautina. Maður vill eiginlega ekki F á niður. Nei. Sem gamall F-fæðingur, þú vilt ekki sjá það. En þarna verður spennan í ár. Það er í neðra play-offsi stærra í ár. Náttúrulega skrítið fyrir þig, Viktor. Þetta er eitt af þessum liðum sem hún spilar aldrei fyrir. Já, ég veit, þess vegna er ég bara algjörlega nútrall. Þú vættir að spila fyrir Haukana. Já. Hauki, já. Þú ert rauður í Hafnarfirði. Já, ég er rauður í Hafnarfirði. Það gengur vel hjá okkur núna. Já, mjög vel. Við erum bara fljúandi ferðu. Já, ótrúlegur uppgangur Hauki og Sigur Bond væntanlega mættur með Haukurum að syngja út hraða. Getur gert ráð fyrir því. Já, við slum halda áfram. Förum í næsta leik með Löðri. Löður og Dóttor fútból saman þrýfum við heiminn, allt saman í áskrift
Ég held ég sé meira sem með kort fyrir ykkur strákar í löður þannig að þið getið farið hérna á Grandan og látið þrýfa á leiðinni heim. Heyrði, næsti leikur sem við ætlum að kíkja á er sigur Káamanna á Skagan 3-2. Já. Vá. Erum við komnir þarna í þetta árlega turnover eða? Hjá Káa? Já. Er það ekki? Það sem að þeir snúa þessu við já, það var mitt mót, bara að geta eitthvað. Þeir eru konur í formlóksins. Já, já, maður var svolítið búin að afskrifa þetta í stöðunni 2-0, ég verði að viðkynna það. Já. Og það er gaman af, verði að viðkynna það líka. Það er alltaf sturla marksvitmarkir hérna með alvöru skrýmer. Þetta er 30 minna kabli sem er snúið við á. Já. Sko, loksins Djúrits með alvöru frammistu. Leggur upp hana jöfnurmarkið og sækir vítið. En þetta hefur bara séð allt og oft hjá Skagaliðinu í sumar. Þeir missa leikið niður á móti Frömmurum, 1-3. Fyrri leikurinn á móti Káa líka áttu að slátra þeim. 2-0 liður á móti IBVF, komast yfir á móti KR og svo í þessu leik. Þeir missa allt og marga leikið niður. Skagamenn. Hvað er til ráðs upp á Skaga? Já, það er stoltur smurt. Já, það er, þú veist, það er bara... Þetta er vesen. Þetta er vesen. Þetta er vesen, já. Þú veist, vissi að fyrir mót að Skagamenn sóttu alla þessa leikmenn að Lárusöri, hann væri pressa á honum. Já. Hann er í heitu sett í dag. En ef við förum ára aftur í tíma, hann var þetta lýðasta liðið í bestildri. Já. Þeir eru ekki í dag, svo sannarlega ekki. Nei. Það eru breytingar framöndan upp á Skagan og við vitum að völlurum verður tekinu upp og svo sem við vitum ekki alveg hver Skagamenn enda þetta mót. Það er að segja að þeir ætla að taka upp völlinni í haust og mögulega þurfa að spila kannski í einhverju mikill fallbaráttu á einhverju hlutlausum velli sko. Ég beti hvernig ætlar að taka upp öllinu? Það er verið að tala um að þetta geti gerst í ágúst seft bara? Bara í september eða eitthvað slíkt sko. Já, okay. Farið ekki bara inn í höll? Já, ég bara vona að knattspyrnusambandi segi nei við því sko. Já. Það er ekki nein leið til þess að halda þess að spila þessi leiki. Spila bara Mósó, varma. Já. Sko, verðmættasti leikmaður deildarinnar, Markus Páll Ellertsson. Það er streigað honum. Já. Já, aðeins, bara helling. Heldur núna 7 leikir í deild í röð sem hann ekki múið skora. Skoraði bikarnum og Víkingum. Þannig að hann bara kóluna á og Viktor bara komin á bekkin. En sko, þeir fara samt, sko, eins og Ómar Björn í þessum leik. Hann fær 2-3 góð færi. Þeir fara svo illa með þetta er það sem vantar hjá þeim. Bara taka þessa sjensa, sko. Þegar, þú veist, sko, tölfræðina þarf alveg hátt upp í expected points og allt það, en þeir bara skulda svakalega í væntum mörkum, sko. Svo þú veist, þeir eru í viðræðan við Ara, þú veist, þeir setja Rúnaran inn, hann er ekki einhver leikformi, hann er ekki litið vel út í hafsendum og hann enda mótið fyrir það. Nei, já, eru þeir reyna að fá Ara? Já. Það er sterkt. Já, þetta er... Já, þarna var Rúnar enda með mark og assist í gær. Já, með víti. Já. Sko, hversu góður er þessi Markus í vörninni hjá Káa? Já, hann er búin að eiga svona upp og niður tímabil, sko. En Já, hann er búin að vera fýtt, gerir alveg mistök, en bara, þú veist, mér finnst bara geðut að trista á hann, sko. Mér finnst það bara ástæðan fyrir mér finnst hann lít út eins og hafsend. Já, sko. Hann er ekki alveg búin að sína mér hans í hafsend, en hvað er hann gamall? Ég held að sé 19 og 20. Sko, bæði þessi lið eru að reyna að fá Ara, bæði lið sem fyrir á hafsend. Já. En ég myndi, ef að Ari Leifs endar, ef að KM fá hafsend, þá myndi ég samt sem ég áður vilja sjá það og spila áfram með Markus manni hafsendum. Það er bara Hans Viktor Tjúban? Já. Hans Viktor spila oft á miðunni hjá Fjölni og þeim vantar holding midfielder eftir að Rodri neytist. Já, klart. Já, eins og ég segi, maður er alltaf vonast til að þegar maður sér einhverja menn sem eru með þessa miðvarðar holningu að þeir geta eitthvað. Já. Og ég er svo sem ekki mynda mér inn á skoðun á þessum leikmanni. Hann er bara fýtt, bara efnilegu bara. Ég vil segja að hann hefur verið vaksandi í sínum leik. Já, hann hefur vaksið ásmein. Já, sko, Sveitmarger með 2 mörk í þessum leik. Já. Ég meina, með Íslífi Elias hann í Víking. Já, ég var að hugsa, er þetta mögulega síðasta leikurinn? Já. Það geta alveg verið, sko. Hittu mist hann. En Adam Ægir Pálsson, það er 100%. Þeir að fá hann allavega. Hann er mættur. Káa? Stuttunsamning, 6 mánuðir. Já. Það er svakalegt. Akkur eru við gott að honum aðeins.
ég held að Adama í líka 6 mánaða samningur hendi, Adama bara fínt. Ég meina, það líka einhverju tónleikar þarna núna. Það eru tónleikar hjá blöðurunum. Já, hann verður mættið Þannig það. að Græni hatturinn eða? Já, hann verður mættur upp á svið þar, ef ég þekki hann rétt. Já. Ég ætla hann, ég treysti á það. Já, það er bara staðfest. Káa hjá Adam. Já. Það er flott. Það er bara flott, já. Já. Skulum halda áfram í deild þeirra bestu. Besta deildin í fótbolta. Voga Ídívan góða með Dóttarfútból. Já, við höfum verið að vinna með þeim. Það er... Jalapeno Já. blandan, hún er ekki komin út. Já, hún er komin út. Er hún komin út? Hún er komin út, já. Ég fór upp í engi allar minn daginn og í netto og leita á henni. Sást hann ekki? Nei, þetta er cheddar og jalapeno. Cheddar og jalapeno, ég verða að smaka þetta. Hún er fljót að fara. Hún er fljót að fara. Og eins og þess að Dóttarfútból vörur. Við nú fættum að þekki það í súkkulaðileiknum. Já. Meira það síðar. Já, menna minni með á lengjudeildina. Ég veit allt hana. Framar að jörðuðu Þórsarana 6-1. Já, þetta var rosalegt. Hvað Þór voru Þarna sýndu okkur eiginlega svolítið í gær að það er ekkert nóg að setja bara í 5-manna vörn. Nei. Þú verður að kunna að spila 5-manna vörn. Það er bara muniði fyrir þegar hann Ægir skoraði úr horninu, sóknin þegar það sem þeir fengu hornið, þar voru þeir bara einhversstaðar. Þetta var bara galið að sjá þetta sko. Þeir voru líka bara alltaf að gefa boltan frá sér hann í öftustu línu og Þetta rennandi. var bara ein lélegasta framistæð sem maður hefur séð frá liði í efstu deild sko. Sko við erum líka að tala um að Freyr Sigurðsson, hann hefði getað skorað þrennu. Já, Hann hefði getað skorað fleiri. 5 mörk, sko. 5 mörk. Haraldur Einar gat skorað þrennu, sko. Haraldur Einar gat skorað þrennu. Þetta hefði getað farið 6-1, er alveg bara vel sloppið. Þetta hefði ekki verið staðan í hálfleik. Easy. Þetta var svakalegt sko. Já. Getum við ekki bara svolítið dæmt þá niður eða? Jú, ekki nefnir fáið bara 3-4 leikmenn, sko. Já, Þeir þurfa mikið inn, sko. Þetta er 41 mark sem er búin að fá. En erum við ekki búin að læra það? Við afskrifum aldrei Þórsara. Erum við ekki búin að læra það? Hvenær átti ég að læra það? Ég veit það ekki, bara svona. Kristofur Konráðsson fór mikinn í þessum leik. Bróður hans Flóki hjá Valir og leiðinni aftur út í skóla. Þannig að hann leik í gær sinn síðasta leik fyrir Val. Kristofur að leika vel þarna í vingbakkinum hjá... Var ekki vingbakki í þessum leik? Jú, flottur, mjög góður. Þannig að svakalegir yfirburðir. Ég held að kom ekki Ágúst Lindsson við boltan. Ég sá ekki snertingu. Mér fannst það ekki sko. Nei, ok. En þá var hann ástæður. Ef hann hefur komið Því að markmaðurinn er fyrir framan hann, held ég. Alltaf mjög, skiptir yngu máli, þetta leikur úr 6-1, ég ætla ekki að lengja þetta eitthvað með þessu. Það átti að fara 6-0. Þetta er býstur sigur. Hann skorar alltaf þegar hann fara að spila. Já, en manstu færið þannig þegar hann fekk hann bara á 2 metrónum, sko, sett hann framhjá. Það var rosalegt. Já. En já, þetta er bara framliðið bara ógeðslega gott. Framararnir voru að skora 38 mörk. Já, þetta var ekki alveg sem að maður á að... Þetta var ekki alveg á bingospjaldinu. Nei, þetta var ekki á bingospjaldinu. Í byrjun á sko. Hvað var eiginlega á þessum bingospjaldi? Það er sem fólk er bara að velta fyrir sér. Já, Þór í vesinni. Það var á spjaldinu. Það var á spjaldinu. Víkingameistarar, það var á spjaldinu líka. Já, og það var reyndar hellingur á spjaldi. En það er alltaf eitthvað dottinn sem var ekki á bingospjaldinu. Mínu í það minnsta. Já, Þórsarar, hvað ætlið að gera? Hvað ætlið að gera? Er ekki Aron nokkuð líklegur þarna? Jú, hann var liðstjórn í gær. Er það ekki svona nánast? Hann svona kemur en þeir eru búin að missa af öllum sem leikmenn sem er reyna að fá. Ég veit það. Og eðlilega, ég myndi ekki reyna að fara þarna. Þeir reynda að fá náttúrulega Adam Ægir, reynda að fá Guðmund Andraða. Þetta er erfitt. Þetta er þungt. Þetta er mjög þungt. Þetta er þungt. Já, og mér finnst maður eiginlega ekkert vera eitthvað brjálegur út í þjálfarna sko. Mér finnst þetta bara lifið lið sko. Já, þetta er ungt. Já, ég svona fór að trúa þess þegar Affi kom inn á minn maður. Já, svona ok. Þá sagði ég nú við svona Þórsaravinni mína, slökum aðeins á, hann er á leiðin inn á. 60-50 mínútur. Já, ég aðeins að kveiki í þessu. Svona er þetta, þessi bolti, hann er brellin.
og hann er bröðóttur Hann kemur inn á í hvað, 4-1 fyrir eitthvað sem, ef ég bara halda áfram fyrir þá sem er í upprúlun þeir sem er í framkvæmdum, þá menn ég á steipustöðuna, blómapottar sortunnu, skílin þetta er allt saman til já, steipustöðunni, hellurnar líka já, við elskum þessar hellur káringar pökkuðu saman IBVF er þetta 5-2 ekki? Jú, 5-2 Já Já. Eiður Gauti skoraði 1 og lagði upp 1 hann fekk að byrja þennan leik Jú. sko, við völdum Aron Sig hérna bestan af því að ég hugsaði bara með mér ég ætla að velja bara besta gæjan bestan Já, ekki eitthvað svona eitthvað vel vera finna sniður sem vann hérna eitthvað og já fæ ég kannski afsökunarbyrnu núna Nei, af hverju þetta er annað tímabil mér varst Valdimar bestur í fyrra Mér fannst það Það var var- bestur í fyrir líka tímabil ég meina hvað meinið þið Þegar hann hefði fallið án hans já, þetta er bara besti gæjan í deildinni og Víkingur hefði mögulega ekki unnið án Valdimars þannig að ég veit ekki hvort þú vilt já, ég tek titil en þið með hugsa Já, fallið Ég verið það oft í fallbarátuna ég ber virðingu fyrir henni það er verkefni sem ekki allir þekkja Nei, það er erfiðara það eru Halldór komin aftur í markið Já, það er þú veist, núna þegar það er verið að flakka svona markmenn þá er hver skipti sem þeir pá okkur á sig þá fara menn alltaf að velta þessu fyrir sér Já, þetta er það er töff ekkert spes af því að sko ég veit það ekki en sóu markið ég vilja sjá hann taka það já, þú veist, það er bara svona dæmigert ef hann væri ekki búin að vera rótað um markmenn þá hefði ekkert pælt í þessu marki Já, hann gerði það vel en ómar svo Já, djúlega hann að koma sterkur inn þetta er bara eftir Aðdáunarvert. crossband, ég vil tekur þetta svona ára að svona gilað inn í leikinn aftur en hann er bara, kemur bara strax geðvökur já, þeir fengi alveg einhverja séns á opnanir hérna, sérstaklega í fyrriháleik já. þegar leikurum var já, Aron Sig með yfirlýsingur hann ætlar að slá þetta markamett Hvað er hann komið mörg? hann er komið 14 mörg Þú veist, Aron Sig með einu marki minna en Þórsliðið hann er með 14 mörg og 7 stóðsendingar á þessu tímabili þetta er í 15 leikjum hann er ekki nógu góður fyrir þig Jú, hann er frábær nei, hann er Var ekki ekki, nógu góður ekki fyrir þig mínum að þetta er bestur fyrir þetta það eru við læknir í morgunsárið já, nei, þetta er bara svipað með framþór þetta var bara sláturinn sko ef IBVF tapa leikjum á hvað er að gera það bara almennilega Já, ég undirstrykka það sem ég hef sagt allt og oft KR-liði fótbolta þetta er skemmtilegasta íþróttalið þetta er geðvögt í sögu íslenskra íþrótta við höfum aldrei séð neitt svona bilað fótboltalið eða íþróttalið á Íslandi maður er ennþá að pæla í þessu 3-0 undir eftir kortir á móti Þórum að vissu allir að vera ekki að tapa leikum eina sem komir óvart að leikunum fór ekki 7-3 Eina sem að mér dettur í hug er Invincible tími 2005 já, Það er svona það var ríkala Það var rosalegt. ég held að allir leikir að vera 1-0 hjá okkur og verið að tefja allan seinna áleik Það er svona eina lið sem að kennst næst þessu sem betur verið ekki til vídeo á því það var, já, þetta er ótrúlegt lið Maður horfður líka bara alltaf á káir Já. í hverju umferð sko er ekki orðið að spila vel? Jú, Jú, bara mjög vel hann er bara mjög góður kröftugur. Kominn svona svolítið tími á hann líka bara fyrsta marka hans verið KR Já, þetta var fyrsta markið hans, já. Orri Hrafn Kjartansson mikið látið með hann og svona valdi dálítið vittlust svona sitt karrierpath og núna búin að finna sinn stað. Já. Hann flottur hann. Svo Ég var fáði slíkur- náttúrulega Jason inn. Já. Já. Galdu var samt bara segur í gerð sko. Það var rosalegt hérna tött sem hann átti þarna þegar hann fór fram hjá hvað var það, Arnóri eða og svo Já. tók hann alveg hryllilegt næsta tött. Já, það er bolti í þessum strák sko. ég meina tala um touch og svo tala um auðgöt og Markus Stóðsending þessi stóðsending ekki hálfum alltaf geðveikt. Já, þetta var Hæðsendingin geðveikt. Þegar þú varst í HK, var hann eitthvað að byrja af með ykkur þar? Galdur? Nei, hérna Eiður. Nei, þá var hann bara í mig. Það var bara í mig, já. Það er kannski ekki þórað þegar að á þessum einræðis tíma þínum að upp í kór. Það var ekki pláss fyrir hann hana. En Eiður svona, eins og ég segi, og að búa að tala um margótt ábyrði í öllum þáttum. Algjörlega grátlegt að hann ekki geta drullast til að taka þetta pínu alvarlega fyrr. Auðgöti, Þá væri hann, þú veist, þá hann alltaf verið pró. Hann er, þú veist, hann er bara með svo margt með sér í boltanum. Þess að hæð, hvað ætla þessi stór? 1,92? En ekki 1,90? Getur við ekki séð hana? Hvað segja þær þessi hár? Sína er ekki svo Mér er alltaf þótt hann langur. Sjá hvort það er ennett sigurinn fyrir Nei, fótmann verður ekki með Hvað haldið hann sé?
Ég myndi að halda að hann sé 1,89. Ég segi hann sé 1,87. Hann er stærri en það, ég get sagt ykkur það. Hann er stærri en 1,87. Það þarf að Ég ætla að mæla beri hann þessu bara vel. Það lúkar stærri. Hann lúkar stærri. Já. Svona öfugt við Luke Shaw, lúka minni. Það er Luke Shaw dæmi. Hvað er hann skráður? 1,85? Sjóðarinn? Já, hann er ekki engan sens. Nei, hann er ekki 1,85. Það er lí. Það er lí. Já. 1,78. Já. Dú-dum-dum-dum. Ég held þú finnir ekki með yðgóðdáin á KFC-síðinu, sko. Nei. Finnur ekki þar. Ef að gera þetta upp. Já. Þessa umferð, þetta er náttúrulega svolítið flókin umferð, hún er svolítið út um allt. Það er líka eitt leikur eftir. Eitt leikur eftir og Víkingur Stjarnan var hann bara ekkert í mæ. Já, eitt leikur var í mæ, eitt leikur eftir. Já. Ég held að verði enginn það góður í Breiðablik Keflavík og sé ekki Gilsarinn. óeitt. Gilsarinn bara ekki. Já, verður ekki að hann... Já, breytir þessu bara. Toppar enginn Gilsarinn, þetta var draumur varamannsins. Já. Hann líka hótaði þrennurinn hann með skotunum sínu rétt fram hjá. Já. Já, þetta var virkilega vel gert hjá hann. Ef að þjálfarinn. Það er ekki verið Hatti. Jú, endur kom hann. Jú, Hatti. Ég minna... Og líka Hatti karakter, þú veist, hann veit að það er aldrei neinn press á sér. En samt hafði hann fyrir því að snúa þessu við. Já, það er alveg karakter. Herri, Þetta er yngri pressu. Við gleymdum að hrósa Jónisölva fyrir að verja að víti þarna. Já, og var nálægt í að taka sendinboltan, sko. Já, Grímsi En fannst ykkur ekkert skrítið að voru 2 KM-menn mættir á boltan og engin skamaður? Jú, ég get Eftir að hann verið þetta. Minn maður Lárus Orri Hann er ekki verið sattu við það, nei. En já, Jónsölvi efnilegu markvörður þar á ferðinni hjá Já, mjög. Skagamönnum. Holling á hann líka. Það voru að búðingurinn. Er þið með eitthvað nútlending fyrir mig? Stöli. Já, við hefum ekki farið samanleik þar. Ekki. En það er engin annar sem getur greina. Gefið þeim bara þetta mark. Það var vond. Sást hann leið bara. Hann átti að segja á þeim leið hvað hann hitt hann illa, sko. Hann var í vesinni, bjargaði með skram. Já, bjargaði með skram. En þegar Gilsarinn mætir, þá chippar hann. Já, bjarga því ekkert, sko. Alveg svona góða chipunar í þessu epic vídeo í okkur golfferðinu hann. Nei, ég ætti ekki eins Já, og ég var síðast að þettin eftir. Ég er hættur. Ekki vera að spoila. Eftir það, ég hætti bara. Ég hef ekki spilað golf núna í marga vikur. Og Rabbi Erninum alltaf hringi og spyrja hvenær ég ætla að mæta aftur og ræða þetta. Ég er bara ótímabært. Ég er bara hættur í ákveðin tíma nú. En það eru allir í þessu og það er verið að tróðfulla alla velli og svona og ég er bara í regluverðinu núna. Sko bara æfa mig í reglunum. Það er ykkur að verði það. Þannig að næst þegar ég mæti út á völl þá er ég með allar reglur á hreinu. Hendandi vítum á mannskapin. Þetta er víti. Og að merkja hann hérna. Já, það verður djöfelli get ég ekki beðið eftir því. Var þetta víti, spyr Atli Freyr. Var þetta víti í að leiknum? Já, þetta var víti. Það er ekki það? Jó, þetta var víti. En fyrir þá sem er alltaf í golfi þá ætla ég minna ykkur á það ekki gleyma fjölskyldunni. Hún skiptir líka máli. Já, er þið sammála? Ég er mjög sammála. Já, þetta er svona fjölskyldu þáttur í dag. Já, þetta er orðin fjölskyldu þáttur þannig að í guðanabænum ekki gleyma fjölskyldunni. Ég veit ekki á hverju ég er að setja þetta lag en ég er að fara í lengjudeildina. Við hefum ekki fara aðeins yfir Breiðablik Keflavík. Já, komdu með eitthvað. Hvað viltu segja? Bara Breiðablik vinnur þetta 3-1 held ég. Já, þeir taka... Keflavík er svona oft erfið. Sko, eigum við þá að ræða kannski ef að Breiðablik vinnur hann leik. Þannig að seðil sem að ég og Naflin smíðuðum í Parísarhjólinu. Þá var að sjá hann. Já, við vorum með KR -1,5. Við vorum með Fram -1,5. Við vorum Hallgrímur Mar skorar og við vorum með FH Valur Önders. Þetta er vel gert. Þetta er helviti vel gert. Og svo eina sem þarf að detta með okkur núna er að Breiðablik þarf að vinna. Bara straight. Þeir með að vinna, hvernig sem þetta eftir í hug? Þetta er svaðalegu. Þetta er alveg þokkalur óstöðuleiki hjá Blikum í sumar sko. Já. Þannig að þetta eru 5 bet sem að öll er að detta akkurat núna. Þetta er góður stuð. Já. Þetta er 27,36. Þetta er alveg. Vona menn hafa eld þetta. Já, ég menn. Þegar þú veist, þú þarf ekki nema 1 svona detta á sísoni, þá ertu búin að... Já, ertu góður. Þá ertu góður. Já. Já, frábært fjárfestingatækifæri fyrir alla núti að elda mig og nafla. Það er meira upp úr því að hafa en hlutabréfamarkaðnum á Íslandi, get ég sagt ykkur. Já, það er svolítið röður.
Rauður, ef að tjekka á því bara, hvort það sé rauður, fyrst þú segir það. Sjáum hvernig opnunin í dag. Jú, hún rauð, eða svona, rauð og græn. Eitthvað til bland, það ekkert að gerast. Hvað að gerast í Æslandi núna? Það mínus. Það voru góður á föstudaginn. Já, það voru stuð á föstudaginn. Kíkjum á þetta með lengjudeildina með Hertz. Já, þar voru heldur betur leikir. Njarðvík 5, Grindavík 4. Já, fyrir hennar leik, þetta voru lið sem voru búin að skora 14 og 9 mörg. Já. Þau náðu í næstu bara þessum leik. Þannig að þetta var ótrúlegt. Já, ótrúlegu leikur þarna hjá þeim. 5-4. Já, eitthvað sem ég geti sagt þetta eða? Nei, svo sem ekki, bara ánægilegt að sjá Gunnleif Orra skora þarna 2 og leiki beitt. Þetta eitthvað svona taktur í liðunum hans Davíð, svona kannski fyrir utan Vestra í fyrra að liðin verði yfirleitt betri þegar álíður tíðanbrið? Já, hann gerði það í hitti fyrir í bestdeildinni og gerði það líki í lengjudeildinni með Vestra, fór svolítið hægt að stað. Þetta, með þessu úrslitakeppni á snýst það svolítið að koma á rönni í hana. Já, koma á réttum tíma, toppa réttum tíma. Já. Við höfum séð hitt allt of oft, þar sem að menn byrja vel og fjara undan og fara ekki upp. Já. Þetta virðist þeirra uppskriftin í þessari deild. Já, þetta risa sigur fyrir Njarðvíkingana HK Ægismenn 3-4 á útivelli. Þinn maður, Radits með tvennu. Já, Dominík. Já, Dominík. Þetta svona ég svona aðeins búin að missa þetta. Við vorum að tala þeirra hard to beat og svona. Já, þetta var alveg hard to beat. Já, þessi leikur, en 16 mörg á sig í síðustu 3, svona fann að leka vel, sko. Já. Hvað þetta að segja sem hefur ekki verið þegar sagt Dominík Radits? Það lítið, það búið að mæra hann mann. Já, ég meina, þú veist, gætu við séu Víkingana að henda inn með Tiki 20 miljóna tilbúð í hana. Þetta nú þannig leikmaður að þú veist, aldrei að hákáðingar ná að halda honum í gluggan. Það bara stæsti sigur gluggans eða ná því að þegar Víkingar hljóta banka. Já, og fleiri lið, Breiðablik. Þetta ansi öflugt. Hvað er að koma með mörg? Hann raða þessu. Hann komið 9 mörg. Og hann líka skora 1 hér. Hann raða þessu á leikinu. Já, hann ekki að negla þessu öll í einu leik. Nei, hann ekki skora 6 í einu leik og talandi svo hvað hann búin að dölur skora. Hann að negla þessu í öllum leikjum. Þetta betra, svona. Maður ansi ánað með hann. Goals per game 0,7. Það bara fínt. Já. Nú kemst ég náttúrulega ekki á KC síðuna. Hvaða fleiri leiki voru aftur? Við vorum í Þróttur 1-1. Þeir eru fannir að hyggsta Þróttar eftir. Engin sigur eða Nei, það var ekkert partí. Það bara svo liðis. Sjáðu krakkarnir sem ólust upp við Mario Balotelli. Þeim finnst þú að gamla vera nummer 45. Ég sé þetta smá svona trend. Já, hann Þór Willumsson Andersen sig. Hann er 45, bróður hans var líka 45. Já. Svo var hann Gabriel. Nei, Galdur sig. 45. Þannig að þetta eitthvað þarna ertu með. Eða þetta í okkar mann Trump 45-47. Já, nei, ég ætla að gefa Balotelli þetta. Þegar Balotelli var svona vinsæll leikmaður hjá krökkum. Já, eðlilega. Skemmtilegu gaur. Nú, já, íringarnir. Ól segir að venju. Hvernig staðan í deildinni? Já, neðarlega. Það eldingin, hún efst. Já, svo Þróttarinn með 2 stig síðustu 3. Já. Alveg hyggstar. Hver unnu eldingin? Þeir unnu einhverju 1-0. Nei, þeir unnu 6-1. Völsung. Á Húsavík. Óðinn Bjarkarsson með þrennu. Hann kom með þrennu eftir 32 minnur. Svona svo Freysi hefði getað verið með í gerð. Tóku völlarana mína. Raskjeltu völlarana. Elvar Árni með mark og misti svo hausinn. Tjöfull. Þetta á ekki á okkur völurum að ganga. Nei, þetta samt bara ekki ákvæmt. Hún ekki sama. Nei, hún ekki sama. En Borja Iglesias, það fer gott orð á honum. Þjálfarunum? Já. Ég svo sem ekki heyrt neitt, en ég bara gef mér það fyrsta húsíkingar í þann, þá þetta einhver alvöru þjálfari. Jú. Já, þetta ljótt maður. Þetta gott lið hjá Afturöldingu. Já, þetta heldur gott lið. Já. Eru þau ekki bara að fara að vinna þessa deild? Nei, þetta Þróttur fylgir Afturölding. Já, ég held þetta sé meira bara Afturölding fylgir. Leiknismenn töpu á heimaður Gróttu. Gróta spútnikliðið í þessu. Konum með 19 stig. Já, minn maður Kjeld með markið. Já. Sigur Víti. Rúnar maður. 16, nei hvað er hann, 17 ára cirka, hann er komin á punktin, ég ránaði með hann.
Þetta alveg karakter sko. Já, hann er 16 ára. 16 ára. Já, hann í september alveg rétt. Mattías Kjeld, enn eina ferðin erum við að ræða hann. Já, þetta geggjaður leikmaður líka. Hann á bara skilið miklu ást sko. Já, Grumi að halda hreinu þarna í markina, svo sem ekkert nýtt í því. Það er svona Gömur sá ný þarna hjá Gróttunni. En leiknismenn, þeir eru náttúrulega að missa þarna sjálf. Já, hann er að fara í val. Það er ekki á næsta ári sem hann fyrir val. Hann kláraði tímabil með þeim. En spáði bara einu að sé einhverjir í Breiðholti á móti því. Ég veit ég bara ráðlegur svo. Ákveður samin ekki leikni og ok, bæði leið einhvern veginn í einhverju svona algjöru meðalmennsku. Samin að þetta búa til einhverja gleði, þú veist, það stoppar á einhverjum gömlum íringum virðist vera. Já, á einhverju stolti sem hefur enga innistæður sko. Hvað er það? Er það búst, með nafnið og eitthvað svona? Hvað liðið hitta og hinar íþróttadeildina og eitthvað svona? Stórir karakter að spila fyrir ír ekki um tíðina, Sigurður Bond og einhverju fleiri. Þú veist, þeir að verja þessa ír sögu. Þú veist, Frikki Dór var náttúrulega þarna á tímabili, en hann skrifaði aldrei undir samning þarna því að hann leist ekki alveg á umgjörðina. Og þú veist, þá var umgjörðin ekkert sérstök sko. En þeir reynda að fá hann. En eins og ég segi, bjóði leiknismunum bara aftur á borðin. Já. Ég veit að Fylkir og Fjölnir voru farinir í voru konar viðræðar stað þar fyrir nokkrum árum. Það stoppaði og komið langt sko. Stoppaði bara allt á nafninu. Og fara allt í fjandas. Og hvað náttúrulega þessu að teka? Það var bara off. Ég held að maður sko eftir að IK var lagt niður þá var maður eiginlega harðar IK-ingur. Þannig að það er alveg líka næs þegar að liður bara, kannski var IK bara í 4. deild í dag sko, maður ímynda sér þetta hefði orðið eitthvað rosalegt. Erum við búin með leikina í þessari deild? Er það ekki? Já, bara eitt leikur í kvöld. Það er eitt leikur í vestur í Fylki. Hversu heppnir eru Fylkis? Þetta er ótrúlegt hvað þetta er að spila upp í hendurinn. Er þetta bara ég eða er mótinu raðað til að henda Fylkismönnum? Bara þú? Nei, ég er sammálaður. Hennin. Þetta er allt einn helvítis hefni. Já, ég held að þetta fer að pirra veit ég allan marga í kórnum. Hvernig stendur á þessu öllu saman? Já, Þór er að fara að berga þetta dokk. Já, segir hann. Ég veit ekki hvað múnandi. En svo er einn reiður Þórsari sínist mér hann fyrir neðan. Hvað segir hann? Fréttið að tussukrem var uppselt í öllum apótekum á Skaganum. Það er nóg til hérna fyrir norðan. Já, þetta eru áhugaverðir Þetta er ekki hvað að meina. Fylkir fengu Argentínu bakar frá KFC. Já, það er svolítið til í því. Sérstakka trítmenn. Það er svolítið til í því. Já, við slúðum kíkja. Það hefur svolítið fallið með þeim í sumar. Já. Kíkjum á. Á að koma þeim upp. Við getum orðað þannig. Á að koma þeim upp. Heimsmeistaramóti í fótbolta með Nokko. Já. Það er auðvitað undanúrslit framundan, bestu undanúrslit sögunar, bestu lið í heimi eru það þarna eftir. 2006 samt gerir tilkall. Hvernig var þetta eftir? Ítalía, Þýskaland og hvað var það? Portugal, Frakkland. Já. Gerir tilkall en þetta er betra. Já, það er líka gaman að hafa ekki bara Evrópu. Ég hafði miklar áhyggjur á Evrópu í byrjunum sem mótsa því að Tékkarnir voru svo lélegir, Skotarnir voru svo lélegir, Tyrkirnir voru svo lélegir og svo byrjaði útslátturinn og bara... Þá sýndu Evrópubúar hvað ég okkur býr, sko. Já, en Holland og Þýskaland var bara fleygt út svona, sko. Þá var ég bara, herðu, shit, en Evrópubúarnir hafa heldur betur staðið sig vel. Bestu undanúrslit sem hægt var að ímynda sér kannski þýðir það að útsláttarkeppnin þessi búið að fjölga leikjunum. Við sjáum bara lið vera bensínlaus í útslætt. Við sjáum Marokko. Bara þriðji leikurum virðist vera bara eitthvað stopp. Við sjáum sjáum við ekki að vera svona belgana. Þeir eru bara búnir. Þessi leikur er alveg geta farið í framlíkingu og Spánverjar er alltaf unnið hann. Já, þeir eru alltaf unnið hann í framlíkingu. En fannst ykkur líka ekki vera svolítið mikið þreytumerki hjá Norðmönnum og Jú, ég held að það hefur bara verið svolítið hitinn, sko. Fílslæk 45 að mér fannst þetta ágætt þegar að nú verið að reyna að gera eitthvað úr þessum ummælum hjá Jude Bellingham. Það sem hann sagði bara, hann segir að það verið hefnir þjálfarinn ykkar og hann sagði, hann var ekki að hlaupa þetta var víst alveg bara hellað bara. Þannig að
Þetta er Já, á... Mér fannst svo sem normennir ekki búnir í þessum leik sko. Nei, ekki maður sammála fannst bara því. fyrsti hálftíminn þá Já, voru slagir en svo bara göngubolti, sko. áttu þeir seinni áleikin sko. sem samt Hóland þarna, það var að fara að draga vel á honum sko. Já. Talandi Noreg, við verðum kannski að fara að henda meir í Íslendinga erlendis Rósenborgunum fyrsta leikin sinn bara í langa tíma. Já, í gær, Freysi er mættur. Freysi mættur Hann gert þetta áður. Hann kann þetta allt saman. 3-0 sigur á móti. Kristjansund. Já, það er erfið leikur. Já, þeir eru hérna í slagnum við þá. Já, það er gott. Þannig að þeir þurftu heldur betur á þessum sigri að halda Rósenborg. Hann er byrjað að elda. Já, herriðu, nú er svona eitthvað verið að byrja að ræða Hóland til Real Madrid. Nei. Þarf ekki Hóland bara að setja þetta Premier League met? Jú. Bara verða markaðistur í sögunni? Hann fer einn daginn til Real Madrid en hann tekur 2-3 tíðanbili viðbót á England. Já, ég hugsa það. Með það langan samlík líka. Þetta er, ég held að Hóland sé á þeirri vegferð núna að hann sé að vera stærst íþróttamæður í heimi. Já. Það er alltaf erfitt að gera þetta frá litlu landi eins og Noregi, hvað er 5 miljónur eða 6 miljónur eða hvað er? Já, en svo, þú veist, Jamal gæti alveg skakað á hann. Sko, Þetta HM samt gerði svo mikið fyrir Hóland. Já. Jamalin er bara svo vinsæll hjá börnum og svona sko. sko, það sem mér skemmtilegast er Jamal er litli bróður hann, sko. Hafið séð hann? Það er ég stúkunni sé þarna. Já, hann er hérna 30 ára og hann er svona 40 kíló. Það er alveg skrokkur. Alvöru, sko, hann er skemmtilegast í gaurinn í svo mót. Hann er á mataræðinu hjá pappanum sko. Hann er mikill sjarmur, þessi sætur krakki, litli bróður hans. Við horfum á vídeo hérna á honum. Já, Alveg trilltur. hann er alveg trilltur að það og hann er eiginlega búin að slá meir í gegn heldur en Já, hann er búin að vera betur á mótun heldur en Jamal. þú veist, hver er súperstjarnan í dag í NBA? Nú er ég ekkert Nei, þú veist, bara af því að það er engin. Nei, það er þarna- engin. Þú sér það, ég þekki alla neitt annað sko. Þetta er þessi OKC-gur þarna er kandamaður Gilchrist eitthvað LeBron gamla kempan, hann er bara ekkert saman leikmaður og var fyrir 15 ára síðan. Nei, nú er ég mikill gamer hjörðar og það, ég hef með heyrt tala um þetta, ég spila alltaf NBA 2K þeir eru bara vesinn með að velja cover gæja. Þú veist, þeir eru ekki með neitt nógu stóran til að vera á coverinu. Þannig að rétt við það er engin súperstjarnan þar. Nei, svona ekki eins og þetta var. Nei. NFL, eitthvað súperstjarnar það er þarna Mahomes þarna. Ég tók líka aðeins eftir þessu, ég var aðeins að horfa á Wimbledon úrslitaleikin í ger. Já, Bara ekkert eðlilega óspennandi gæjar sko. Zverev og Sinner. Já. En þú veist bara enga súperstjörnur skilur Nei. góði tennisspilari bara. En eins og fyrir alla, ég held að sé alveg gaman að vera rauðhærður í dag og sjá Sinner vera að blómstra. Já, þetta séu fyrir Representation matters. Ekki pirra með þetta háraðum alltaf þeirra með svo. Herru, hún var nú hugguleg kærastannars. Já. Þeir verðast nú alveg geta, þeir Já, ganga já. alveg út af sér Já, þeir ganga tennisspilarar. út. Þeir gera það. En já, þetta Já, Haaland stærstur þú veist, það stærsti, er íþjóttumæðurinn, já. hann gæti Geta alveg gert það. orðið algjört monster á næsta árum og rosalega mikilvægt fyrir hann að komast í þessu stóru keppnir, hvort það sé HM eða EM. Já. Nú við svo sem hittum upp á morgun fyrir leik Frakklands og Spánar, en þið verið ekki þetta með mér á morgun. Já. Er þetta, maður sér á Epic að þeir eru slight favorites Frakkarnir. Eru þeir það samt? Já, ég Já, þeir eru slight favorites. Já, ég held að Frakkar það geta og ég sko þið henda einum epic siðil ég ætla að setja einn örgan markaskóra á þennan leik. Hver er það? Rabió. Rabió? Já, Rabió? hlustið á mig hann verður hlaup í seinni bylginni, hann er 1.91 að hæð, lágvaxinn vörd Spánverja, það er skallamarkan. Já, ég sé það bara. Sko, ég held að Spánverja tæki það og allir 12 ára krakkar þegar þeir vera fullonir eftir að tala um Frakkland 2026 sem besta lið sem vann ekki HM. Þú veist, það er enginn þorað að spila við þá. Nei. Það er alltaf hrættið við þá. En eina sem að maður kannski sér er bara Frakkarnir á breykinu á mótið þeim sko, því að Spánverjar eru alltaf með kontról á leiknum sko. En svo er það bara, þú veist, maður hefur nú alveg séð smá pláss myndast þarna fyrir aftan Pedro Porro í vetur. Já. Það getur nýtt það aðeins. Held ég að Pedro Porro er bara að maðurinn. Já.
En það líka bara, maður horfir á fremstu fjóra frökkum og öftustu fjóra Rabiot skorur ekki á æfingum, segir Hilmir. Sjá til. Ég með smá af því að hlustendum finnst gaman að henda í smass eða pass Já. og gera það með norska naminu. Ég er með alveg spjöld, sko. Myndi bélið Frakklands komast í undanúrslit í eðlilegu árferði. Bélið Frakka. Ég ætla að henda í Ég ætla að henda í pass. Já, en það ekki. þá ætla ég að henda í aðra spurningu. Gæti bélið englendinga farið í undanúrslit? pass. Ég til að setja smass á það. Ég ætla að segja pass bara, þú ert náttúrulega með geggjaða leikmennina sem getur komið inn. Já. Hvernig myndum við stilla bíliðinu? Værum við með Palmer, Trent? Já, þú ert að taka það sem er ekki sinni hóp. Já, bara það sem kemur Harry. komast ekki í liðið, bara og Trafford í markinu eða Henderson. Já, jú, já, vá, þetta er enda alveg lið, sko. Já, Harry Maguire Harry hérna Maguire. í vörninni. Gibbs White, Gibbs White, já. Rodgers. Ben Palmer. Já, Trent Alexander-Arnold. Ég ætla að Þeir breyta. hefur þetta lið sem getur auðvitað að komast þetta inn. ég ætla að breyta. Það er smass. Þú ert að snúa mér, sko. Já, Þetta er það alveg er lið, alveg sko. hörku lið þarna. Fullt af leikmunum. Já, Þú ert með andra Scott þarna, Alex Scott. já, þetta er smass. Hver leiði línuna? Watkins. Watkins bara. Oli Watkins. Jú. Adam Wharton á Ég náði að snúa miðunni. mér. Morgan Rodgers Já. þarna inni. Já. Þetta held ég að sé bara fáránlega gott lið, þannig að ég held þeir getur auðvitað gert þetta. Nú, það er svona, hér það er rosa mikill áhuga eftir að ég hleypti einni Sofíu Vergara spurningu í gegn, þá voða mikill áhuga einhverju svona vitleysu. Þeir er, nú Sigfús Guttormsson, hann er hress, hvernig væri að þýða smass eða pass yfir á íslensku? Málið er að nammið heitir smass, þannig að ég get eiginlega ekki þýtt það. En Þetta er þetta hérna, ef hann er að horfa. Smakkaði það bara. var í íslenskum fótbolta smass eða pass? Smass. Algjörlega. Já, Viktorinn Viktor, hann passa er hugsi, af hverju ekki? Mér finnst bara gaman að hafa eina til sem er ekki með það. Já. Og bara geta rifist aðeins þetta. Getur ekki bara tekið Champions-dildina? Ég horfði nefnilega ekki mikið á hana. Heldur að F-fanga sig ekki sammála eftir hann 2000 þegar að rástaða var. En ég meina, það er eins og það er sem minnir mig á það að okkar besti maður, Ragnar Bragi, er að fara með hóp á Liverpool Manchester United í haust. Já. Njóta ferðir. Það er Þar stórt. ætlar hann að skottast með, hann er náttúrulega kolruglaður Liverpool maður. Já. En það verða míðar þarna líka í boði fyrir Manchester United stuðningsmenn hjá Að Waste End þá. Já. Það eru bestu miðan. Þessi púlar að fá allt fyrir peningin hann með Ragnar Braga sem Hann farastjóra, sko. er alveg bilað. Já, hann er Þetta kostar bilaður. 169,9 Það er ekki gist í Liverpool. Það er ekki mikið. Nei, þetta er rosalega ferð hjá þeim, sko, og svo er annað. Það er Ali Palli veisla hjá þeim líka. Það er að Ali Palli er að fara sko yfir á flottara venue, á flottara höll í Alexandra Palace, Pílan, Já. og þannig að það verður líf og fjör þar. Þetta er geðveik ferð, sko. Ragnar Braga, þú ætlar að taka eitthvað með þér í þetta. Sko, ég veit að þetta er Liverpool-ferð, en bróðir hans er kannski aðeins svo mikill púlari. Ég held að Konni, þetta er kannski aðeins svo mikið með Konna. Já, það þarf að hugsa þetta Hugsa vel þetta og lengi. Bara svona áður með kveðjum þetta allt saman. Það er fréttur á enska boltanum, Júri Tílemans nálgast Old Trafford. Já, það er stórt. Já, Það er alveg sæn. Það er mjög gott sæn. Já. 29 ára. 29, 29, já, hann er góð 5 ára eftir. Hvað var Casemiro gamall þegar fyrir hann? Já, hann var alveg fullorinn. Já. Það er ekki að gera, ég sá það líka bara var ekki móti Senegal. Mér finnst menn vera að falla Alveg að tala um hann eins og hann sé bara á leiðinni. Tílemans. Það er svo að Mason Mount er ekki að fara fett. Nei, hann er ekki að fara. Hann er ekki að fara fett. Herðu, Það er verið að það er verið að skoða þennan möguleika. já, að Harry Kane færi til Manchester City. Ha? Við mann sér Nei, sitt. veitum við hvað? Stóð ekki Tottenham? Tottenham fyrir ekki að... Já. Herri, hvað er að gerast? Það er því Það- rosalegt. Það er því sprengjað, maður. Vá. Það er Newcastle að skoða Suzuki.
Já, markurinn. Hann leitið vel út. Já. Hvaða HM leik, svona, hvaða HM félagskipti munu floppa big time? Mansambi í Villa. Nei, Já, ég er sammálaðir. Nei, hann er reyndar húkislega. Já, hann er það, en ég held að muni... Þetta var bara fyrsta sem ég hugsaði. Já, ég held að muni, mér veist svona leikmenn sem kom á Þýskalandi oft þurfa 1-2 tímabil. 2 tímabil kannski. Erum við með einhver félagskipti úr þessum bolta sem gætu floppað? Hverjir verða keiftir eftir þetta allt saman? Já, nákvæmlega, þú veist, við erum með Mansambian sem er Villa, er eitthvað annað sem er að fara í gegn eftir svona HM framistöðu. Það væri gaman ef að Jóhann Vissa hefði verið 21 ás frá Dotto Kongo og var að spila í Belgíu, þá væri búið að kaupa hann. Já. Vissa leit út fyrir að vera frábær sendir hann og er náttúrulega blúið leikmaður. Jan Diomandi, hann náttúrulega farið til Paris Saint-Germain. Já, en það var svolítið komið svo umræð var orðað stæðstu liðin fyrir móti, sko. Boati, það geti verið svona City, er að skoða hann. Það getur verið floppið, ég held samt ekki. Ég hef verið að viðra við Hjálmar Örn, tóttunum stundismann að taka Bosinja í markið frá Grænuði. Þetta er spennandi. Þá Bosinja, fá krakkana með, sko. Það væri kannski eitthvað. Það er treyjusölu. Bosinja, Adam Orton, Chelsea. Herðu, það er hérna... Alltaf gerast núna. Það er markvörður. Þýskur strákur sem er að spila fyrir út í Nesi sem að fór svo að spila fyrir nígeríska landslið, áttaði sig á því að hann hafði einhverja tengingu til Nígeríu. Hann er hann einhvers konar íkon, svona eitthvað fashion íkon. Hann er að mæta á tískusýningar og konur er að byrja konan var að tala hann hérna á TikTok og spurði hver þetta væri. Já, þetta er bara einhver strákur sem að... Ég get skilið það. Já, þetta er rosa skrokkur á honum, 1.98. Það er að fara að setja spurningamerki á konu sem skoða hann. Ég sá ekki klippuna hann úti, það var einhver útsendinga úti á HM, það var kona host, hún bara misti starfið sitt, hún misti sig yfir hún. Já, mér finnst það ekki skrítið. Yfir þessum strák. Já, ég veit ekki hvernig þetta fór þá fram hjá mér. Þetta er mikið á TikTok. En ég man eftir að skoða hann strák, þá var hann þýskur. Þannig að hann hefur síðan gerst greinilega landsliðsmaður Nígeríu og spilaði vel Maduka og Koye. Kemur úr þýskum fótbolta og hann er búin að vera þetta er gæður sem hefði greinilega þurft að háum að halda. Já. Það hefði geta hjálpa honum í þessu öllu saman. En áhugavert stöf. Hefur ekki bara að fara að þakka fyrir okkur, drengir? Jú. Já, Tielemans, við setjum bara here we go á þetta, hann er mættur. Júri Tielemans. Hvar varst þú þegar að Tielemans gekk til liðs við Manchester United? Erum væntanlega einhverjir að spyrja sig. Hvernig meiddist hann í þessu upphittun? Það missir að fyrstu 5 mánuðum vegna meiðsla. Gaman að fá svoleiðis leikmanninn nýjan. Nei, þetta er svo mikið. Sleitt crossband. Já. Nei, þetta er ykkur smávæli tóknur náttúrulega. Þetta Ederson smokescreen, það og mæta svo með Andri Santos og Tielemans yfir línuna. Það er rosalegt. Þegar það var reykur yfir öllu, þá var verið að vinna það hljóma betur, það lítur betur út þegar Tielemans kemur síðan úr þessu reyk heldur en Santos. Já, en þú þarft alltaf að geta brotið línunar. Andri Santos. Jú. Þarna ég geti kannski mögulega brotið þessi línu hana. Píla þarna í gegnum allt, sko. Þetta verður einhver þvæla. Þetta eru spennandi. Vilka veislu og Old Trafford. Hvernig ætlaði að kaupa í dag Tottenham-menn? Já, sýnist Harry Kane bara. Það er verið að funda með honum í Miami. Já, en hvað er raunhæftu ákvörð núna? Krúbi. Já, það er líka heldur stort. Trossard ekki ennþá búin að samþykja að fara? Nei, hann fer og Arsenal er verið að skoða stóra posta. Barcola, Alvarez komin aftur umræðina. Það vantar einhvern stóran leikmann, leikbreytir á vinstri kantinn. Já. Og ég vona að verði endi sem Barcola. Verður meira til í Barcola heldur en Alvarez?
Nei, ekkert endilega, en ég bara jafnt sáttur sko. Ég Til í Morgan báða Rodgers kannski bara. er mikið í umræðinu en það tala maður vilja vel yfir 100, ég veit ekki alveg með En það. ein pæling, bara gefa Gabriel algjört tröst þarna á vinstri vang. Martinelli, Gabriel Martinelli. hann hefur fengið algjört tröst. Bara að fá algjört Nei, tröst. þetta er óskikja En frá bara pæling. þér. Já, þetta er bara pæling. Þetta er hörmuleg Ég væri til í það. Já, nákvæmlega, það er bara svara þessu. Þannig að á bestu sölumennir í bransanum En pirrar það þig að Newcastle. hérna, já, herru góður, pirrar það þig að liðið þitt eyði 100 milljónum? Nei, ekki neitt, en bara, þú veist, ef þú eyðir yfir 150 milljónum, það er talað um að vilja velja 150 fyrir Rodgers, þá er bara lítið pláss fyrir eitthvað annað, sko. Mér finnst, sko, Rodgers er geggjaður, ég sé hann ekki alveg fyrir mér sem vinstri kantari í Arsenal. Meira svona, Köttin og... já, ég veit ekki. En þú veist, vantar ekki einhvern Auðun Blöndal í Arsenal, einhvern alveg sölumann, einhvern sem getur selt leikmann. Jú, þetta er bara fárulegt hvað að selja alla pósta ódýrt, sko. Við erum svolítið í þessum pakka líka. Tala besta leikmann Englands, Jet Spence, bara 35 milljónum. Hetjan frá Miami. Hetjan frá Miami, sko. Þetta setja 90 á hans, sko. Maður hefði haldið að það var einn lágmarks Já. á eftir hann losaði sér við þessa Grímu, Allt annað leikmaður. Þetta er útrúlega. Pirrandi svona grímur og eitthvað vesen á mönnum, sko. Hvað er þetta frændaginn? Alberti? Já. Ég, Atalanta? Já, en eins og staðan í dag, þá stefnir allt í að hann verði bara áfram í Flórens, sko. Fiorentina. Hann lenti þannig leiðilegu rifrildi við þjálfara Juventus eftir síðasta leik og það svolítið dóð. Hann hugsaði það ekki alveg út í gegn. Hann er reyndar, ég talaði við hann um þetta, hann sagði ég gerði ekki neitt. Það lítið til. Hann gerði ekki neitt, Er ekki Spalletti þar? Jó, og svo bara, og þetta var líka sko í göngunum eftirleik. Já. Og bara þannig að viðtölum það eftir að stíja á því sundur, sko. Sagði hann ekki bara Fugazi við hann? Nei, þeir fóru haus í haus, sko. Okay. Þannig að ég held að Juventus sé off. Það er off, en eins og staðan í dag, þá held ég að hann verði áfram, sko. Já, nú eitthvað er að ræða með Marseille, það er náttúrulega ekki eðlilega töff klúbbur. En ég get sagt ykkur það að í janúar, þá var hann ekki langt frá að fara til Galatasaray. Ég elska það. Gala er töff klúbbur. Vittu, þarna er eitthvað Juve. Já, en þó eitthvað svona... Sjötta. Þetta er orðið svolítið síðan. Já. En já, Ederson og Albert saman hjá... Við fórum illa samt með Ederson að nota hann sem smokescreen. Maður er með smá samanskupið. Hann verður brotinn í Hann hefur ekki áhyggjur að þessu, fær Lammens brotinn heim. Nei, ég er mjög ánægð með þetta að koma hann bara sem fyrst í frí. Í venjulegum fótboltaleik þá fær hann tíma til að hita upp. Já, fekk það ekki. Það er alveg ótrúlegt. Ég veit ekki hvað annar markmaður hefði fengið þennan slaka. Það var ekki búið að hita hann upp á hann að gera sér mistök. Það er markmaður sem nætt. Það er að hita hann upp. Sá líka skotið sem kom strax og eftir. Það var bara getið. En eins og ég segi, það var öllum fyrir bestu að belgar kvöttu háum. Þeir stóðu sig eins og hetur. Gerðu það. En Guðminn almáttur, ég hefði ekki viljað hafa Frakkland Belgíu á morgun. Nei, við erum að fá geðveika undurúrslaleik. Geðveika leik. Við erum að fá frábæra tíma, verðum aftur, Dóttur fútból verður hérna aftur á morgun klukkan 10. Þakka tjattinum fyrir. Já, Jónas er í stuði. Hann spyr, það er búið að segja heimsmeistarann Andri Santos og nú Evrópumeistarann Tílemann. Það er rosalegt þegar hann orðar þetta svona. Það er verið að tala um að Asi og Juve leiði kapphlaup Gabriel Martinelli. Já, Martinelli og Trossard að fara. Já. Það hlutu bara að koma 2 hann inn. Já. Ég vil ekki missa að báða. Ekki? Nei, ég er ekki alveg tilbúin að kveðja Martinelli. Það má vera í rotation, en alls ekki í því hlutverki sem að Hjörvar Hafliðarsson vil sjá hann í. Bara fá tröstið. Já, fá tröstið bara. Hann er bara að svíkja það tröst fyrir löngu.